Við þegar alltaf að byrja á Mötley Crüe, Kickstart með hart á föstudöfum. Það var bara að vera lægi hjá tveim hörðum. Þetta verður ekki harðara, það er bara hann. Herru, það er FM 95 blöð fyrsti þáttur og það er föstudagur, þannig að það er tveir harðir á FM 957. FM 95 blöð með okkur hérna á föstu dögum alla daga milli 4 og 6. Ég ætla að tala svona bara, sko. Já, er þetta útafröðin? Það er engin búinn að stúdera meira Heiðar Östmann, Rikka G og Saka meira en ég er að segja það. Já, ég verð samt að viðurkenna það, núna þetta er fyrsti þátturinn minn. Ég er pínu stressaður, veist okkur? Já. Ég er búinn að hitta svo marga sem hafa verið að vinna á FM 957 í vikunni, búinn að hitta einhverju í ræktinni og bara hérna á göngunum og svona. Og þeir eru allir búin að vera að tala við mig og svona segja mig hvernig ég á að vera í útvarpi. Þetta sé ekki að sama sjónvarp. Til dæmis sagði einn við mig, herðu, og alltaf að brosa þegar þú talar. Já, Valli Sport kendi mér að kissa þegan á sín tína. Alltaf að brosa, alltaf. Af því að hann vildi meina að fólk heima í stofu myndi finna að vera gaman hér. Þú veist, hver á ég að tala svona eða? Alltaf er að Já, vertu bara skjálbrosandi. Nei, þú ert ekki brosandi með nútt að tala. Sko, við erum ekki að vera með þunglindist átt milli 4 og 6, sko. Nei, það er Ég ætla að vera skjálbrosandi all tíma, sko. Það er bara þannig. Kendi Valli Sport þetta? Já, Valli Sport tók mig á teppið einu sinni og ég brosti ekki náðu mikið í útsendingu. Ég sagði, Valli, ertu geðveikur það? Í útvarpi, sko. Að skila sér til hlustandans ef þú brosir. Og ég bara, og Valli Sport, sko, hann er maðurinn, sko. Ef einhver veit þetta, þá er það Valgeir að pipar, það er þannig, sko. Hann var líka umbóðsmaðurinn þróast í Mercedes Club. Já. Jú, þetta er gaman, en hörðu, við getum fara að spila gömul Mercedes Club og kert það í gang. Já, ég er ekki alveg viss það. Jú, það hafður gott rugglega okkur félagum. Það var að spila Mercedes Club. Akkur hættu þið á sínu tíma, getur þú sagt með það? Það var bara því að, hérna, þú veist, við ofblokkuðum okkur, líklega. Og gasteldi ekki opna eitt blað á þess að sjá þessi vöðva ógeð, svo voru í þessari hljómsveit. Það er endar, en þetta var gott tímabil hjá þér, þetta endist í 3 mánuði, þetta endist lengur en... Það voru góðið 3 mánuðir, sko, ef ég segja það, Auðun. Þú veist eitthvað að segja um daginn með eitthvað djöðlar, við erum ekki söngarar og lagið er að huge hit og hvað með þess að stofnum bara hljómsveit sem heitir Ice Boys. Var ég að segja það við þig? Já, þú veist eitthvað, við vorum okkar að tala um þetta félagarnir. Þú veist, þú myndir aldrei höndla tónlistarbransann, sko. Akkur ekki. Ég er að segja það. Akkur ekki. Út af því þetta er hart, þetta er erfitt, sko. Veistu hvernig það er að túra all landið? Æ, ég er að segja, hörðu. Þú varst ekki að túra all landið, þú fórst á Selfoss 3 sinnum. Nei, ég fór til Akureyrar og fór út all land. Þú myndir ekki höndla, ég er að segja, þú myndir ekki höndla óreglunan sem fylgir þig að vera tónlistarmaður. Herðu, þú varst með Gasman og Partyhand, hvað voru það? Brumpa brótin og... Kettlingarnar eru hangandi, þú getur ekki farið út í búð. Kettlingarnar, ég er að segja þér. Dreftu mig. Og þú veist, þetta er bara óregla sem fylgir þessu. Áfengisneysla, lítill svefn. Ég var dreginn af sviðinu eins og Akureyri og 2 stelpur enda fyrir sleiku mig á gólfinu. Ég greiði strákun, þú lítur á að hata það. Það er svona jafn leiðilegt fyrir þú þurfum að spegla þig. Nei, ég er bara að segja að þetta er ömurlegt líf og þú myndir ekki höndla tónlistarbrasann. Ok, fyrst við erum nú að ræða Mercedes hérna í byrjun þáttar. Af hverju að tala um það? Ég veit það ekki, hvað varðum hina? Þú veist, Gasman og Partyhans. Gasman, hvað er hann að gera núna? Hann er ekki á sólóferð, ég get lofa þér. Partyhans heitir ekki lengur Partyhans, heitir Leðurhans í dag. Ok. Hann gengur bara leðurjökkum og spila póker. Gasmaðurinn, hann er að lifta. Já. Ég nenni ekki verið að ræða Mercedes Club hérna í fyrsta þætti. Þú byrjar á því. Ég veit það. Við skulum fara yfir hvað er í þættinum í dag. Það er stórskemmtileg þáttur. Við fáum hérna til okkar besta handboltamann Íslands, Aron Pálmarsson, sem er bara einn besti íþróttamaður Íslands í dag að mínum mati. Já, einn af bestu handboltamönnum í heimi, kjúklingurinn. Við veitum að tala sem minnst um handbolta við. Já, öllum drull. Og það málið er Aron, hann áður vandamál að stríða, sko. Nú. Hann er horni, sko. Já, því lett við sem. Og málið er að þetta er óreglumæður, sko, með ég meina, veist, út af því að hann fer að seint að sofa. Ég sé hann átt á Facebook kannski 2-3 nótt og ég spyrir hvað þetta ekki var að sofa. Æfingi fyrramálið, hvað er langt í æfingu? 5 tímar, einmitt, fara drullar að sofa. Já, við ræðum þetta. Þú veist, við erum að fara að yfir svona hluti með honum, lesa hans yfir honum. Svo kemur Tiny Little Sweatman eða Sverrir Bergmann, því hann verður með dagskrálið hjá okkur alla föstudag, þar sem hann tekur lag sem hlustendur, ég er vanur að segja áhorfendur, sem að hlustendur velja og setur það í sinn búning og Egill Einarsson fékk að velja fyrsta lagið, þannig að hann tekur hérna eftir Rain Over Me með Pitbull. Yes. Og svo ætlar Egill líka að hjálpa mér með eitthvað vandamál sem að... Já, við ætlum að vera með sko 2 harðir, leysa vandan verður dagskrálliður. Þú veist að þú ert kannski er ykkur strákar núti sem er skotin í ykkur stelpu og aldrei fengið að fara í sleikuð hana. Þá hringir hann bara 2 harða. Hörru, ég er með vandamál. Já, við verðum með svona skemmtilegt hot. En okkur þurfti þá fyrsta vandamál að byrja mér? Ég ætla að velja fyrsta lagið. Ég ætla að leysa vandamál, þú ert með vandamál, nokkur, við veitum það allir. Ég ætla að leysa fyrsta vandamálið þitt og eftir, en... Þú vildi að mér nú kemur ekki hérna í stúdíu til mín í dag nema þú fengir að velja fyrsta lagið þættinum og ég skal gefa þér það, þannig að velta það hérna í tölvunni og ég veit hvaða lag þú ert að fara að setja á því að þú átt við vandamál að stríða, en þú færð ekki að velja fleiri. Rain Over Me með Pitbull. Já,
þetta vil Egill Einarsson eða Gilsenegger meina að sé besta lag allra tíma. Þetta besta lag allra tíma. Þá ég ekki að tala honum finnst þetta ekki flottasta lagið í dag, heldur flottasta lag allra tíma. Það þannig? Nei, það Ok, nefnd eitt betra lag. Öll lög með Beatlesum og Rolling Stones til dæmis. Ekki drepa mig, auðvitað. En ertu að segja þetta sé flottar en Enter Sandman með Metallica? Almáttur. Þetta flottar en Enter Sandman með Metallica? Já. Í alvörinni, Rain Over Me með Pitbull, flottasta lag allra tíma. Það bara þannig. Bara að segja förum að B5 í kvöld og segjum hennar við gæðin. Hörðu, skellt ykkur á með Beatlesum, gamli. Þetta þarf að gera allt vitlaust. Kellingarna myndu hlaup út. Ég er að segja þér, þetta er alveg skemmtilegt lag og hressandi í dag, en að segja þetta sé besta lag allra tíma, það er bara fáfæri. Nei, að segja Beatlarnir séu betri en Pitbull, það þú ert með allt niður þér. Já, þeir áttu náttúrulega ömurlegan feril og hafa ekki selt eina einustu plötu. Hörru, þú voru rosa vinsalir 1961, sko, þegar afi var bara á B5, sko. Þetta er legendary, sko. Ekki drepað mig. Pitbull er maðurinn. Já, þetta er uppáldið hans Egils, það er þetta lag og hann fekk að velja fyrsta lagið þættinum í dag og fær ekki að velja fleiri. Akkur ekki? Já, bara svona það er playlistið, það er þetta búið að skamma með eitthvað hérna, við megum vist ekki spila allt sem við viljum, við reynum nú að tróða einhverju lögum. Akkur er að skamma okkur áður en byrjum með þáttinn? Í alvörinni? Það er alveg ótrúlegt að það skulle hafa tengist. Herðu, en við ætlum að ræða hérna, skal ég segja að vídeóið, það er hérna, menn vilja bara fá boyband í gang. Já, þú veist, ég segi að þú höndlar ekki tónlistarmannsson, sko. Nei, en ég fór samt að svona hugsa, ef við værum boyband, hvað myndi hljómsveitin heita? Já, múndir alltaf ekki heita F95 blöð, það er að finna eitthvað nafn. Það heit að vera eitthvað svona, eitthvað ógætlegt. Þú veist, Boyzone, Backstreet Boys, þetta er allt ógætlega nafn. Já, við getum tekt Ísland. Faggot Boys. Ice Boys. Ice Boys. Já, Ísland og strák, við erum reyndar ekkert strák. Ice Boys. Új, bara það. Skjæðilegt. Ice Boys, með slagaran. Nei, það er rosa vont. Ég held sko, ok, við bjögum til frábært vídeo. Við vorum með meistara með okkur hana, Ellie Cassara á kamerunni og Sammi og Gunni allar stillingar, þú veist þannig að bjögum til rándvíktu. Það er 70.000 views á þessu. Það er 70.000 sinnum búin að horfa á þetta fucking vídeo á Sólaník. Já, það er vel gert. Það stendur á easy.is. Já, og það er mjög gaman. Það má líka ekki gleyma því að Stop It Go tóku þátt í þessum miðum. Já, það er snillingur. En ég reyndar, ef ég ætti að fara að velja nafn á einhvað þá myndi ég aldrei leyfa þér að velja það bara svo vita. Akkur ég? Til dæmis í ameríska draumnum, þá vildur að við hitum 2 graðir. Já. Það var gaman að útskýra það fyrir kærastunni þínu. Þetta bara að ferðast Bandaríkjunum sem liði 2 graðir. Það er stundum bara... Nei, hörðu, það hljómaði bara, þú veist, hart, 2 graðir. Þú tók stillið það eins og allt sem ég stingu upp á. Nei, þetta er bara... Þú ferði ekkert að ferðast Bandaríkjunum sem 2 graðir. Liðið heitir 2 graðir. Við skulum kíkja á 2 graða núna. Þeir eru stattir í San Diego. Já, 2 harðir var samt alveg gott. Já, reyndar, þú mátt eiga það. Þú átti 2 harðir. En ég er að spá, eigum við að uppdata 2 harðir yfir í kannski 2 gler. Og málið er, ég er með fyrir frá mig Mohs Scale of Mineral Hardness. Þetta er topp 10 hörðustu efni í heiminum. Það sem er á toppnum er demantur. Þú gætu verið 2 demantharðir, sko. Grjót er númer 7, 5 er gler. Þannig að spurning með glerharðir. 2 glerharðir. En þú vilt ekki vinna með 2 graðir, eða? Nei, ég mun aldrei vera í einhverju liði sem heitir 2 graðir, ég skal lofa því. Herðu, við skulum fá næsta lag. Það styttist í að Sverrir Bergman komi hérna og taki sinn dagskrárlið, þar sem hann tekur lag og setur það í sinn búning, sem er stórkostlegt að vera alltaf föstudögum. Ég ætla líka að spyrja Sverrir Bergman okkur persónulega spurninga. Já, svo ætlar Egill líka að hringja í einhverja stofu sem sér hárloss í New York, sem að verður virkilega skemmtilegt örugglega, eða þannig, og svo kemur Aron Pálmarsson, handboltamaður, þannig að ekki fara að erbita okkur Pitbull aftur. Egill, við erum ekki fara að spila Pitbull í allan dag. Ég lofa þér. 9-5 blöð á FM 957. American Style, opið til 11 öll kvöld. Snjórinn fellur á helstu kráð bæjarins í kvöld, klukkan 20:59. Hamborgarabúla Tómasar. Hamborgari. Gott í kroppinn, Hamborgarabúla Tómasar. Viltu vinna ferð fyrir 2 á enska boltan? Kauptu kókosmjúkis frá Kjörís eða Monster orkudrykki 1011. 1011, alltaf opið. Hleðsla frá MS. Próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Samfilm kynir We can all go on a mental holiday. The In-Betweeners. We've been spotted. Look cool. Vinsælasta grínmynd frá upphafi í Bretlandi. The In-Betweeners. You're a virgin, that's cool. Sýnt í Sambíónum. Nóvember tilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Jólajakkafötin komin.
Herra Hafnarfjörður. Barnaafmælið á heima hjá okkur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Í dag á hópkaup.is. Miði á Kevin Smith í hörpunni 11. nóvember á aðeins 2.894 í stað 4.990. Hópkaup í krafti fjöldans. Dótið í barnaboksunum á Metro og bara gaman. Betra á Metro. Betra á Metro. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Leysa vandan. FM 95 Blö ennþá með ykkur hérna á þessum förstu degi og það eru tveir harðir hérna í stúdíónu sem fyrr og Egill komin á símann og vill ræða eitthvað sem ég endur orðin löngu þreyttur á að ræða þig og það skallinn á mér. Þetta eitthvað voðalegt áhugamál hjá þér alltaf. Nei, þetta verður ekki þreytt. Þetta verður aldrei þreytt. Því að málið ég veit að þú vilt vera með þykkt svart hár. Já, auðvitað vill ég það og ég sem sannur vinur ætla að redda því. Já, hvernig ætla að redda því? Ég er búinn að finna eitthvað númer á einhverju konu. Bara út í Bandaríkjunum sem eitthvað svona, þetta eitthvað skallaklinik, sem eru bara með 100% successful rate á að laga menn, skilur. Já, og hvað, en ég bý á Íslandi, sko. Medical Lee speaking. Yes, hello. Hi, I was wondering if you can help me a little bit. I'm here with my friend. He's a little bit shy. His name is Odin, and he is bald. And I was wondering to find a solution for him, because he wants to have a thick, dark hair. And what solution is there for my bald friend? Well, he could come in to see Dr. Bernstein. The doctor may recommend he take medication. He usually recommends finasteride, which is generic for Propecia. That freezes hair loss where it is now, so it doesn't continue to progress. I was wondering, Dr. Bernstein, is that one hell of a doctor, or? Yeah, definitely. Okay. So, are you telling me that I could get my hair back? Yes, it's possible because the medication that freezes it, he usually recommends you take Rogaine. What if it's gone? What is it? What? I'm sorry. How can you freeze something that isn't there? He has a little bit of hair on the head. Yeah. Oh yeah, the finasteride prevents it from continuing to fall out. Yes, the Rogaine, which the doctor used in The Hangover, does that work? He does like to recommend Rogaine along with the finasteride. The Rogaine will help encourage growth. Okay, how much money does this cost? Because we have shitload. Oh, I see. Well, to visit Dr. Bernstein, it costs $175 for a consult. $175? That's fair. That's right. Very fair. Yeah. Okay. And then if he's considering surgery, he will discuss with him whether he thinks he's a candidate for surgery, first of all, and then he'll give him a recommendation of how many grafts. If my bald friend wants to go to surgery, that costs some money, doesn't it? Yeah, it costs $6 per graft, and each graft contains 1 to 4 pieces of hair. Yes. But we are willing to spend money because my friend was very active sexually before he lost his hair. FM 95 Blöð ennþá með ykkur hérna á þessum förstu degi og það eru tveir harðir hérna í stúdíónu sem fyrr og Egill komin á símann og vill ræða eitthvað sem ég endur orðin löngu þreyttur á að ræða því að það skall. Hvað klikkaði þarna? Takkar sko. Það? Og takkarnir. Já, ok. Herðu, hérna, þú bara að setja það á sama stað. Þið eru ásakað þetta, Svali skeita aðeins á sig. Þetta var tekið hérna upp fyrr áðan, þar sem við hringtum í þessa mannesku og Svali ætlar að reyna að setja þetta hérna aftur inn. Við þurfum að fá að klára þetta símtal. Guys, what's your name? It's Lisa. Lisa, do you hate bald guys like me? Bald pieces of shit? You're not a bald piece of shit. Don't be so hard on yourself, Odin. But I was wondering, Lisa, if you could pick Jason Statham, bald, or Antonio Banderas with thick, dark hair. What's wrong with either of them? I don't know, if you had to pick one for an hour of love. I would,
To be honest with you, I would pick Jason Statham. Yeah, that's my girl. That's my girl, Lisa. Really isn't my type. That's because he has a lot of muscle. You like muscle? Yes, I do, but only to a certain degree. Don't tell my friend Egil that muscles turn you on. You would love me, Lisa. I tell you that right now. Okay, I just have to fly my bald piece of shit friend to USA to meet Dr. Bernstein. He's gonna bring $175 cash for Bernstein. Do you take Visa, Rath? Can I put it down on a few payments? We take all of the above. Oh, love you, Lisa. Can he pay Dr. Bernstein sexually? Well, no, I don't think he would. Okay. Akkur alltaf allt kynferðislegt þegar Ég ætla bara að checka á þessu maður. Okay, so it's $6 per hair. That's a lot of money, though. Oh, $6 per grafts, about 1 to 4 pieces of hair. $6 per. Okay, how many hairs do you think my friend? Okay, my friend is really similar to Jason Statham. But not as much muscle. How much hair do you think Statham would need? It's hard to say. It could be anywhere from, he could recommend anywhere from 1,000 grafts to 3,000 in the first procedure. 3,000? Wow, now we're talking big bucks. That's like my Hyundai Coupe costed. Yeah, it's no problem. Money is no problem. I have hair on my back. Can I use that on my head? That could be possible. Yeah, very, very good. Okay, Lisa. Lisa, you've been very helpful. Thank you. You solved my friend's problem. Now we can have sex regularly, stop masturbating all the time in work. Don't get ahead of yourself. You haven't been to see Dr. Bernstein yet. I love Dr. Bernstein. That's one hell of a doctor. Isn't he a miracle worker? Well, yes. Tell Dr. Bernstein that Mr. Bigman likes him a lot. I will. Okay, thank you, Lisa. We love you. Can I give you another suggestion? Yes. We have an option on our website to submit photos. Okay. I want to do that before you come in for a consult, just so he can get an idea of how many grafts he would recommend right away. So send a picture of my bald piece of shit friend by email. That's correct. Okay. Okay. But do you think that Bernstein would give me some discount because I'm famous in Iceland and I could be, a spokesperson for him? Just let him know. Because people like Bubbi and Egil Ólafs, if they see me with my thick, voluptuous hair, they may think, whoa, okay, that may cost some money, but he looks good. Just let him know. Dr. Bernstein is one hell of a doctor. Yeah, tell him you have an Icelandic spokesman here who's famous radio star. Thank you. Thank you, Lisa. Love you. You're welcome. Bye. Bye. Ja, fáum takk. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Þetta er nú ekki skemmtilegasta lagi á stöðinni. Ég ætla ekki að fara að rakka niður tónlistina hérna. Akkur spilum við ekki bara Pitbull, ángríns? Við bara fáum það í gegn hér eftir Egil að við stjórnum tónlistina á föstudag. Nei, ég bara hugmynd. Bara Pitbull. Nei, þá... Nei, hvernig er hann klikkað? Hann myndi ekki einn sála hlusta á þáttunum mánudaginn, hann myndi spila Pitbull hérna dag. Já, þetta Pitbull er svo rosalega, hann er ekkert einsall, einmitt, góður. Herru, takk nefnir aðeins að stríða okkur á hann, svona getur gæst í fyrsta þætti. Ég vissi að þú myndi skýta á taknaborunum. Ég hef bara að segja það. Ég skeiti ekki á mig. Ég skæst á þig? Nei, þetta er bara data. Það var rosa gaman að slökka bara alltaf á miðju viðtali. Þetta er eina sem við tókum upp. Þið er hreint eina og þú skeist. Ég veit það. Af því að við þurfum að ná á, það er ekki opið á sama tíma alltaf. Já, og þú dröllaðir á þig. Til hamingju með það. Herru, þakka fyrir það. Svona getur gæst í fyrsta þætti. En hér rétt á eftir kemur Sverrir Bergman sem verður alltaf með okkur á föstudögum. Big chubby Swessman, er það kallar. Já, Swess to mouth eins og hann stundum kallar á stelpunum. Já, Swess baby. Já, Prince Swess. Það leika sér með þetta. Fullt af nöfnum. Og síðan kemur kjúklingurinn. Já, Aron Pálmarsson, besti handboltamaður. Og líka Sverrir verður með okkur alla föstudag og við viljum strax núna hlustendur byrja að senda inn hvaða lög þau vilja heyra hann syngja. Á Sverrir tekur lag fyrir okkur eftir. Ég fæði að velja lagið, ekki? Já, þú fæði að velja í dag. Ég ætla að hugsa þess. Já, ég veit alveg hvað, þú veist. Af hverju ert að þykjast? Hvað? Það veit allir hvaða lag þú var að byrja að taka. Ég ætla að hugsa þetta. Ok. Herri, svo líka að það er komið að fyrsta plögginu, maður. Hamborgarfabrikan. Þeir eru að byrja með Rudolf aftur, það er að koma jól og við erum að fara að gefa... Hvað er Rudolf? Rudolf er jólaborgarinn þeirra, Simmi og Jói. Þú tala bara eins og allir viti hvað Rudolf er. Þeir eru með Rudolf aftur og hvað heldur að það er ekki allir fastagestarinn eins og þú, sko? Nei, þetta er náttúrulega tveir af mínu bestu vinum, þannig ég þekki Rudolf bara eins og þú þekki Lax. En þetta er sem sagt... Ég þekki Lax mjög vel, sko. Já, þetta er jólahamborgarinn og þetta er svona hreindýraborgari, og við ætlum að gefa 2 gjafabréf. Þannig að fólk getur verið að hringja eftir. Ringja bara hlustendur inn og hvað ætlar að láta að gera eitthvað? Já, við finnum eitthvað gott, þannig að við erum að byrja að ringja inn. Og svo Simmi og Jói náttúrulega, með sinna eigin hamborgarastað. Ég verð að viðurkenna. Ég vil að Simmi feitur með það. Nei, sko, ég var náttúrulega pínu hræddur við þetta þegar Simmi sagði mér að hann var að fara að opna sinna eigin hamborgarastað. Það hugsaði með mér, er það sniðugt? Það er svona eins og Lalli Jones var að opna sinna eigin pub.
veist, þetta er ekki svona, þetta er ekki ideal. Ég myndi tippa að Lalli væri svolítið að sippa í sig í vinnunni, kom. Já, en Simmi hefur haldið sér ágætlega, hann er ekkert spik, og veist, hann er bara fínu shape, kallinn. Hvað kallar þú fínt shape? Ég kallar fínt shape 5%. Já, það er fínt shape. Þú ert líka öfga, Egill, það er ekki eins og þú bara, með prótein í æð og... Það sé alltaf fyndið. Hvað? Við, samanlögð 40% okkar, ég er 6, þú ert 8, sem, reknaði einu grannum? 14. Ok, hérna, það er, þú veist, Rikki G er meir en helmingi feitar en ég og þú til samans. Hversu rosalegt er það? Ég var að klípa, sko, Rikki G selur Courtney í Sporthúsi og við erum vinnufélagar og hann kom til daginn, Gilshöfðingi, klípa kallinn og ég bara... Kallar þið Gilshöfðingi? Það er búið það til sjálfur? Nei, hann kallaði mig Gilshöfðingin og hann sagði hérna, þekki Gilshöfðingi, hérna, klíftu kallinn og ég bara, ekkert mál, kleipan, hörðu, það finnir hann er svona 70 kíló, sko, og hann var 26% í klípuður, sko. Pældu. Hann er náttúrulega vinn á FM, hann þarf ekki að vera í seipi. Allt lóðurétt niður. Hann er stórkostlega rödd og hann er líka DJ. DJ að þurfa ekkert að vera voðalega sexy. Hefur þið síðan stelpur í kringu DJ-an á vegamótum og BFM og svona? Er það ekki sexy píur, eða? Já, ég er að segja, veist, þú þarft ekki að vera í seipi eða þú ert DJ. Já, viltu meina að sé alveg saman hvernig þú ert? Já, Kitty Bigfoot er búin að höstla í 30 ár, sko. Þannig að þú ert ekkert að vera eitthvað gríðarlega sexy sem DJ, sko. Þetta segja að Kitty Bigfoot sé ekki sexy, eða? Jú, hann er bara svona öðruvísi sexy, Kitty Bigfoot er snillingur. Já, kettlingar elskar hávaxna menn, sko. Já, ég veit. Kitty Bigfoot er 2-0 eitthvað, sko. Það er þannig, sko. Þú veist hvað ég segja, stóri fætur, en það sem ég er alltaf fyrir mér, ok, nú erum við, þú veist, sko, ég hugsa bara, hverjir eru our competition í útvarpu í Íslandi í að vera sexy, sko, ég er að hugsa það er engin sexy á X-inu, ekki neitt, það er allt bara aumingjar þar, þú veist, Máni er feitur og þunglindur og rauðharður og allt það, skiljuru, reyndar er ekkert á móti rauðharðum og, þú veist, skiljuru, Máni bara Máni, hann leðilegur og hérna, þú veist, það er engin sexy þar, sjá ekki, förum við á, hérna, Rás 2, það er allir með allt niður þessi þar, eina svona keppinu þess ég sé í fljótu bræði hjá okkur er Ívar Guðmunds, Ævar Guðmundsson á bylgjunni. Já, hann er í top shape. Hann er one hell of a man, sko. Já, hann er sexy. Hann og Valtarinn. Valti Björn? Já. Þeir tveir. Já. En þeir eru ekki líkir, Ívar og Valti. Já, það er svona öðru í þessu sexy, það er rétt hjá þér. Ertu að segja mér, ok, þú ert ljós, ok, ímyndaðu nú, þú ert ljósherð, stelpa, 19 ára. 19 ára? Ok, 20, 21. Já. 21, 20. Þú situr í hotboardin á B5. Já. Þú ert búin að flaskað upp. Já. Valtarinn labbar inn. Þegiðu maður. Já, ég finna núna. Þú rennur til í sætinu, það er þannig, sko. Valtarinn er búin að vera on the radio. Þegar Valti Björn röltir inn á B5, þá fara stelpuður í baksund. Það er bara þannig. Þannig að ég er að velta verið, hvernig getur við komið Ævar Guðmundsson og Valtarinn úr the goddamn radio? Bara búið til einhverja sögur. Jú, okkur en þá? Já, veist, segja bara, við sáum Ævar Guðmundsson meðin í 16 ára á B5. Er það heilbritt af svona útvarpsmenni? Þá strax koma leiðindi og... Já, en Ævar Guðmundsson er vinur okkar, sko. Já, við myndum aldrei fara að eyðileggja fyrir Valti og Ævar Guðmundsson. Samkeppni er bara góð, Egill. Við þurfum bara að rise to the challenge. Það er enda fínt að það er enginn þáttur á sama tíma og við sem að... Það er ekki mikið samkeppni á kananum sem það er enginn að gefa okkur challenge þar, sko. Nei, eitthvað minnið það. Þannig að sko, ég held að þetta er bara Valtarinn og Ævar Guðmundsson. Já. Herðu, með þeim orðum skulum við stökkva hérna í... Settu nú eitthvað good shit á maður. Fólk drepur svo tónlistarspila, maður, í alvörunni. Það er verið að... Settu bara Pitbull með hana Jennifer Lopez hana on the floor. Nei, það er verið að... Hvað er... Nei, í guðanabænum, ekki þetta Svali, í alvörunni. Áttu ekki lagið okkar eða eitthvað? Jú. En að setja það á? Þetta blöðlagið? Já. Það er endar í ruglunu. Já, það er strax. Það ekki eftir sexy svalir. Það er besta setningin í laginu, það er bara hannig. Svali heimtar fyrir mjög auglýsingar og ef einhver veit hvernig hann var fyrir auglýsingar var á Svali, hann er búinn að vinna á þessari stöðu í 35 ár, þannig við skulum fá smá auglýsingar og svo skulum við fá lagið okkar. American Style. Opið til 11 öll kvöld. Kammertónleikar í safnaðarheimili Sólborgar í kvöld klukkan 20. Ókeypis aðgangur fyrir alla, nema trúleysingja og svoleiðislið. Kammersveitin Indriði. Mismunun er staðrind. Berjumst gegn henni og fögnum fjölbreytninni. Mannréttindaskrifstofa Íslands og Progress-áætlunin. Stelpur, nú er komið aftur að því. Í dag þrömmum við allar saman, hönd í hönd, niður á Dendenske-kró og fáum okkur jólasnjó. Dendenske-kró. Á að bæta og breyta fyrir jólin. Mikið úrval af parketti, flísum, ljósum, blöndunar og hreinlætistækjum á frábæru verði. Bíkó byggir með þér.
Hlýindin fellur á helstu kráf bæjarins í kvöld. Klukkan 20:59. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Þú veist alveg hvað að frétta laugardagskvöldið. Havana Club kynnir áshátíð hiphopsins á Gauk og Stöng. Blaswaka, K.J., Sjöberg, Dabbi T, DJ Cocoon, Immo, Alli Abstrakt og fleiri illaðir halar mæti í partí. Grjóthaltu kjafti hvað þetta verður ljónhart kvöld. 15. kallinn og kom ekki bara diskurinn, fylgjum með. Gaukur og Stöng, allt frá dauðarokki til rapsins. Epli flytur fjöll, epli birtir þér ástvinniðina, epli tengir þér við umheiminn, epli lætur heilan fljúga hraðar, epli skemmtir þér alltaf, epli vinnur hraðar til þess að þú geti notið lífsins. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Stundum vildi ég að ég væri bara spjaldtölva. Grannur, eftirsóttur, vel upplýstur og alltaf einhver til í að nutta mann. Nuttaðu 1414 appið hvar og hvenar sem er. Þín ánægja er okkar markmið. Vodafone. Útataður í Reebok. Skrifaðu skemmtilega áskorun á vin og þú getur litið út eins og Reebok taska hafi sturtað yfir þig vörum fyrir 50 skall. Reebok Fitness á Facebook. Ertu til? Jólajakkafötin komin. Herra Hafnarfjörður. Langar þig í bananasplitt. Ísbúðin, Háaleitisbraut. FM 95 Blöð er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredía.is. FM 95 Blöð á FM 95. Rándýrslag þarna á ferðinni. FM 95 Blöð með okkur hérna á þessum frábæra flöskudegi. Það er flöskudagur. Er ekki fólk að fara að kíkja á jammið í kvölds? Er það ekki? Ég ætla að vera hress, sko. Já, það er bara þannig. Þú ert búinn að vera mjög hress. Hörru, við erum komni með Big Chubby Swessman. Ég er ekki Big Chubby Swessman. Og það er enda búinn að koma... Þá eftir að koma nafn á hana lið. Við þurfum eiginlega að finna eitthvað svona nafn á þetta, því að hann verður hérna alla föstudag og fólk má senda á auti.fm.is hvaða lög þau vilja heyra hann spila, en Egill fara að velja lagið í dag. En bara ég vel alltaf lagið sem Big Chubby Swessman spila. Ég er ekki til í það. Nei, það gengur ekki. Það gæti orðið mjög erfitt, sko. Akkur með hlustendur velja það? Af því að þetta er liður fyrir hlustendur, Egill. Við erum að please our audience. Já, við erum alltaf pleasing the audience. Bara hannig. Herru, já, Sverrir, velkomin. Takk fyrir það, já. Gaman að sjá þig. Sverrir Bergman. Þú veist að núna ertu ekki að tala hérna með meðlegendeginum. Nú ertu að tala við útvarpsmanninn Auðun Blöndal. Það er rétt. The gloves are off. Meðlegendan. Hvernig gengur það ángrís? Sko, Sverrir, þegar þú vaknar á nóttinni og blöður að fara að kúka, þú veist, nóttina. Egill, ertu 5 ára? Nei, út af því að svefnherbergið þitt er hlýðan á klóstinu. Ég veit það. Og þú heyrir alltaf þegar hann fer á klóstið, ekki? Ég sefur enda fast, sko, en þetta er í lagi, sko. Þú varst að segja mér á hann og svo illa í nótt og þú heyrir alltaf þegar... Það var ekki að því að blöð var að skýta, sko. Herðu, Sverrir, fyrsta spurningin hérna, Sverrir, sem ég er að fá frá hlustendum. Ertu ástsjúkur? Nei, alls ekki. Eina sem ég vil vita, ok, Big Chubby Swessman, þegar þú varst með slagaran? Án þín, fyrir 10 ára síðan. Já, 10 ára síðan. Og þú tókst það í Eyjum á þjóðatíð og kettlingarnar að runnu niður brekkuna og enduð þannig bara á sviðinu. Þetta var rosa gaman. Já, og hvað lagðurðu marga? Ég var á föstu á þeim tíma, sko. Þess að spyrja hann hvort hann væri ástsjúkur. Sverrir Bergman á mjög erfitt með að vera á lausu. Hann elskar að cuddle og... Hvað er að þér, jálfurni? Elskar að kúra. Eitthvað kósi stundum með... Frækka, látið mig í frið, jálfurni. Skemmtilegu stelpumann úti ef þið eru að hlusta. Hörðu, hann elskar að kúra. Þetta er máli, hvað er betri pick-upin en þetta? Sem fyrir hann á B5 í kvöld, alltaf stefni, elskar að kúra. Ég elskar að kúra. Hörðu, eina sem ég er að velta fyrir mér. Er að koma sér hérna fyrir líka. Hann er að spila gítarinn í þessu lagi hérna. Já, málið er Swessman, þú veist, þú varst með slagar sem allar konur á Íslandi elskuðu. Já. Og varstu bara heima að fingra þig í alvörinni? Hvað er að þér? Hvað er að þér í alvörinni? Nei, þú varst 20, ekki? In your sexual prime. Já, ég átti konu þetta time. Þú ert ekki in your sexual prime, brú 20, Egill, sko. Já, ég meina, þú ert alveg meðan, þú nærðarlega Ég ætla að vona sér búin að bæta einhverjum hreyfingum í safnum. Já, ég meina, þú ert vel, þú nærðarlega alveg gler í svolítið góðan tíma þá, sko. Og stamínan er góð, sko. Já, það er bara að halda sér í formi. Með hverju varstu þá?
Hvaða kona var það? Ég ekkert að fara að ræða það hérna eitthvað við þig. Þetta hvað geðveikur. Nei, ég bara, þú veist, þetta er rannsóknarefni. Já, ég meina, ég skal ræða þetta við þau eftir og svo mikið áhuga á þessu. Nei, Sverrir, það er eitthvað önnur spurninga frá hlustanda. Sendurðu stelpu ástabréf þegar þú varst í Fjölbrautaskóla á Sauðárkróks? Nei. Ekki? Þú gerir það. Þetta bull. Nei, það var í 10. bekk. Voru þið félagarnir bara á Sauðárkróki? Senda til stelpum ástabrif og áður, ég sendi aldrei ástabrif, aldrei á æfum. Þú basta einu sinni upp. Já, okkur að því ég átti það ennþá. Þá var ég í 9. bekk, sko. Sendur það aldrei, skrifaður það fullur og reiður og sendir það ekki. Já, geymdi það. Þessna gæti ég lesið það í Ödda og Sveppa. Varstu fullur og reiður, þú skrifaður það? Ég var ekki reiður, ég var fullur og ástfanginn. Má ég æla? Tveir harðir hérna á föstudögum, sko. Já, því að þú varst Þú segir aldrei eftir ástfanginn eins og þetta, sko. Egil, ég sé myndir að þú varst í MK. Nákvæmlega. Já, grjótharður þá. Grjótharður, þú varst með stærsta frekjuskarð sem ég séð á ævi minni. Það var svo fótboltamark. Ekki lengur. Og þú varst 30 kíló. Nei, og getur ekkert komið hérna eftir einhverja tannréttingar og búin að stera það Þú ert frá Sauðárkróki, Auðun. Sauðárkróki. Það er æðislegt að vera frá Sauðárkróki, sko. Þegiðu, Big Sweat. Kúraðu ykkur staðar. Herðu, við erum búin að æsa Egil upp. Herðu, þú ert að gleyma út á hvað þetta hot game. Já, ok. Hann veit ekki svarinu. Ég er að spurja hann út persónulega spurninga og hann bara hérna... Kemur óvart, shit. Herðu, veistu hvað þú ert að gera með Sverrir og vilt fá hann upp úr honum? Hvað? Hendur í honum 2 bakkandi brísir á B5 og þá fram til hann að tala. Við tökum það á eftir, Ég má ráða hvaða lag það syngur og Halldór er kominn á the guitar. Við slum vona að kunni það. Hörru, ég ætla að hugsa þetta, hvaða lag? Þú varst búinn að, þú veist, hlustendur vita og búinn að segja... Taktu Reino og Me með Pitbull! Ok, Reino og Me með Pitbull. Já, sko, málega þú hvort ætlar að taka þetta sem Mark Anthony eða Pitbull? Ég klári, sko, Pitbull er alltaf að rappa bara eitthvað á spænsku, sko. Ég er að fara í Mark Anthony þá. Ok. Það er bara svoleiðis. Ok, og þú veist, það er samt alveg pressað, það er allir á Íslandi að hlusta á það núna, sko. Ok. Og eina markmiðin sem ég bið kottu öllum í gott skap. Já, það er flöskutaður, kottu ríðið til gangsæri. Það reyna mitt besta. Sýndu þeim og sett one hell of a singer, Big Sweat. Það er að koma sér hérna eins fyrir. Halldór, þú er tilbúinn. Halldór er klár á the guitar. Sverrir er klár, allir klárir, þá byrjuðu þetta rugg. Kottu, hjólum í sig gang. FM 95 Blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. American Style. Opið til 11 öll kvöld. Takið eftir. Neyðarkall björgunarsveitana verður seldur land allt næstu daga. Slysavarnafélagi Landsbjörg. Afmælistilboð 10.11 í nóvember. Mix á 99 krónur. Barilla Spaghetti á 129 krónur. Saltstangir á 69 krónur. Rjóma súkkulaði á 49 krónur. 10.11, opið í 20 ár. Túborg kynnir. Retro Stefson á Factory laugardagskvöld. Miðaverð 1000 krónur í forsölu, 1500 krónur við hurð. Forsala miða er hafinn á Factory og í Lólu, Laugavegi 55. Factory, góðar stundir. Sam Film kynnir We can all go on a mental holiday. The In-Betweeners. We've been spotted. Look cool. Vinsælasta grínmynd frá upphafi í Bretlandi. The In-Betweeners. You're a virgin, that's cool. Sýnt í Sambíónum. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Túborg og English Pub Hafnarfirði kynna hið eina sanna júladiskó á English Pub Hafnarfirði á laugardaginn. Frítt inn. English Pub Hafnarfirði. Jólajakkafötin komin. Herra Hafnarfjörður. 11 tegundir af ís og lél. Ísbúðin, Háleitisbraut. Polar Bear kynnir. Kvöldstund með Kevin Smith, leikstjóra mynda eins og Clerks og Zack and Miri Make a Porno mun vera með uppistand og svara spurningum úr sal. Einstakur viðburður sem framfer í Eldborgarsal Hörpu þann 11. nóvember. Miðasala á miði.is og í Hörpunni. Komdu og hlustaðu bransasögur sem engin annar þorir að segja. Langar þig ekki innst inni að klára jólastúsið í nóvember? Upplifðu svo rólegasta desember sem þú manst eftir. Kringla. Í
Í dag á hópkaup.is. Miði á Kevin Smith í Hörpunni 11. nóvember á aðeins 2.894 í stað 4.990. Hópkaup í krafti fjöldans. Novemberfest á Metro. Stór kjúklingafað heitasmáltíð á aðeins 989 krónur. Petra á Metro, já. Þetta bara snill. Petra á Metro. FM 95 Blö. Alla virkadaga frá 4 til 6 á FM 957. Það hárrétt, við erum komnir hérna aftur eftir auglýsingar og Sverrir, þetta var stór glæsættir, Rain Over Me. Já. Þetta gott, þetta var betur útgáðin á Pitbull. Ég verð að gefa það, Sverrir, þú sért... Ekki, hvað er þetta alltaf að segja þig? Hvað? Þó ég sé hvað? Þegar þá ertu one hell of a singer. Djöfull. Ef ég væri með laugungsverðir, ég er að segja þér að djöfull myndur mig að fara inn í mig, ég er að segja þér að ég bara helst ekki gæf, sko. Já, æðislegt, þakka fyrir að opna þig þarna Egill. En það styttist í næsta gest líka, það er annar snillingur á leiðin til okkar, hann var að senda okkur SMS, það eru 10 mínútur í hann, það er Aron Pálmarsson. Það er kjúklingurinn. Já, sem að er sennilega... Veistu hvernig að segja kjúklingur á disku? Heinz de Jares, eða eitthvað slúið. Heinchen. Já, hann var valinn sko nýliði ársins í þýsku Das Bundesliga og það er Heinchen de Jares er nýliði ársins, það er kjúklingur ársins. Já, ok. Og hann á leiðinni. Þannig að við tölum hann sem Heinchen eða kjúklingin, aldrei Aron. Já, við ekki segja Aron við hann. En hann er samt að verða einn besti handboltamaður heims, það er mjög skrítið að vera að tala við besta handboltamaður heims og segja, herru Kjúli, hvað er þetta? Viltu ekki bara fara niður á hana? Herru, þú ert allir í þessu. Nei, bara segjum bara hérna, köllum hann kjúklingin eða Heinchen. Já. Bara Heinchen. Og hvað þú veist, já, Sverrir, þú stóttu vel og mátt fara. Já, ok, sjáumst, ég bara næstu föstudag, ekki? Já, við sjáumst eftir viku og ég minni á hlustendur að senda á e-mailið auddi@fm.is hvaða lag er að taka. Halstíði, þú ert með e-mailið auddi@fm.is. Menn myndi drepa fyrir að vera með auddi@fm.is. Fældi þetta mail okkar í kellingu? Já. Það ekki neitt, bara svona, hvað segirðu? auddi@fm.is, þetta er ekki auddi@ikea.is. Það eru mjög góða líkur. Þetta er auddi@fm.is. Já, það eru mjög góða líkur að ég sé að fara að maila á einhverja stelpur sem ég þekki ekki neitt. Jæja, hvað segirðu? Nei, ég segja, okkur ég ekki með, gilsöðungin@fm.is. Við getum græjað það. Þessi strákar hérna á FM gera allt fyrir þið. Hefur þið séð hressari menn eða? Aldrei, ég hef ekki séð hressari menn, sko. Ég sá Brynjar klukkan 8 í morgun og það var eins og að vera með herðatré í kjaftinum. Ég hugsaði með mér, hann er bara ekki enn farin heim og sofa á djamminu. Hann brósir mikið. En þess að ég er alltaf með mér, og það, sko, Magasín, sem er morgunþátturinn, þeir tala mikið kynlíf, sko. Já. Það er alltaf að tala mikið kynlíf í morgunþáttunum á FM 957. Já, og líka bara í útvarpi finnst mér, sko. Já, ég er alltaf þeirri með. Þú ert náttúrulega kynlífsvíkil, sko. Eigum við samt ekki að chilla þess á því? Þú veist, þegar Magasín er að tækla kynlífið. Herðu, ertu að segja þetta með? Þú ert ekki búin að tala um annað hérna í þættinum? Nei, herðu, ég er að segja, hætt þú að tala um þetta. Tölum meira bara um, þú veist, tölum meira bara um... Hvað ert að reykja, drengur? Nei, tölum bara um eitthvað, þú veist, eitthvað annað. Út af því að Magasín er að tækla kynlífið. Já, þetta er bara eins og tala frá mínu munni, Egill, og hugsa þetta bara sjálfur. Þú ert ekkert að gaspra þessu, ég er ekkert að tala um þetta. Þetta er búið að vera þú hérna allan þáttinn. Ég er ekki með næsta einu orð á kynlífi í dag, sko. Nei, en herðu, það er komið að því að gefa Rudolf er að koma á Hamborgarfabrikuna. Það er hreindýraburgerinn og að því að það er að koma jól. Og við erum að spája að gefa hérna 2 gjafabréf og þetta verður fyrsti hlustandi sem við fáum í loftið. Pældi því. Já, íta gululjósi. Fyrsti hlustandinn. Æ, nennu að gera þetta, ég kann þetta ekki. Lærðu á takkana bara, ángríns. Þetta er þetta flókið. Ok, upp með þennan hérna. Jæja, FM 957, góðan daginn. Góðan daginn. FM 95 Blöð hér. Hvað heitir þú, kæri vinnur? Ég heiti Tryggvi Snær Guðmundsson. Tryggvi Snær, þú ert fyrsti hlustandinn í loftinu hjá FM 95 Blöð. Til hamingju með það. Takk hérlega fyrir það. Pældi í því, maður. Hvað það gera, gamli? Ég er bara slagað, sko. Bara slagað? Hvar býrðu þau? Ég býr í Gráðinni. Já. Hvað er gamall? Hvað er gamall, Tryggvi? Tryggvi? Já, ok, þetta var full viðkvæm spurning fyrir Tryggva. Skelltur á hann? Nei, hann skellt á. Já, FM 95 Blöð. Með allt niður þið, sko. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Langar þér að bæta þau líka svitu og fá þau Rudolf á Hamborgarfabrikuna, gamli? Herri, já, það væri ekki verða. Það ekki? Ekki verða, þetta er stórkostlega burger, þetta er hreindýraburger. Bætaði þitu, við erum að fara á fabrikunum. Þetta er ekki beint köttfæðið, sko. Nei, herru, liva little maður, það er ekkert allir sem að hugsa bara um prótein allan sólarhenginu eins og þú, sko. Það er fólk sem hefur gaman að þessu. Ég hugsa ekki bara um prótein, sko. Nei, ég veit líka hvað hitt er, en við erum hættir að tala um það. Herru, hvað heitir þú? Rudolf kannski? Nei, ég heiti Arnar Þór. Arnar Þór og... Arnar Þór, Rudolf, þetta rímar og allt. Good shit, maður. Hvað er þetta að ringja með þér? Herru, á Seltjarnarnesinu. Seltjarnarnesinu, já, herru. Hann er á Nesinu. Hvað ertu gamall? Ég er 18. Ertu á föstu?
Já. Já, þá getur þú tekið kærustuna með því að þú fær 2 gjafabréf á Hamborgarafabrikuna að, í Rudolf Jólaburgerinn sem var að koma þarna. Glæsilegt. Þú varst mörg ára ægilega þessu út. Já, ég fæ SMS frá Simma núna, hann plöggi aldrei þetta aftur. En Þannig að get ég farið bara upp á 365 og náðu það núna? Já, það er kottu bara núna, maður. Kottu bara núna, bætt það smá fetugamlu, þú er gott að þið. Þá þarf ekki að vera sendað með mail og eitthvað, kottu bara, þetta verður einna tilbúið. Þú ert að sækja þetta niður í, sko. Já, þú ert að sækja þetta niður í útvarpinu. Já, ok. Fíla það. Á the radio. Takk fyrir að hlusta. Herðu, það kom með næsta lagi og það styttist í Aron Pálmarsson, besta handboltamann heims en á undan skulum fá eitt besta partilag of all time. Þú veist hvað lag ég er að tala með? Ég veit hvað. Kynntu það inn, má ég heyra? Já, FM95 blöð með ykkur á þessum flöskudegi. Jána með, þú ert strax orðið hress og allir sem vinna á FM. Já, mér finnst að maður verða að opna. Þú varst strax alveg bara, FM95 blöð með ykkur á þessum fyrstu, þú varst ekkert að grínast. Nei, ég veit það. Maður bara, þú veist, það dettur inn þessi stemmingur og situr í þessu stúdíói. Þú veist, það eru menn hérna búin að sitja eins og Kalli Lú. Já, það hefur stórkostluð mannskapur sittið í þessu stúdíói og það er sannu heiður að vera hérna. Paldi, við erum með bjart stúdíó. Þú veist, það er svona, þetta er bjart og það lappar inn í þunglindistúdíóið hjá X-inu. Það er bara eitthvað, þú veist, það er bara eitthvað plaggut af einhverjum hauskupum på vegg og dimmt og þið sitja hana bara og búin að prumpa og þú veist, það er ógæslegt. Enda ef ég myndi sitja í myrkri í svona fílu, þá myndi ég byrja að tala bara pólitík og trúmál, þannig að það er að henta kannski ágætlega bara í þeim þætti. Já, við tölum, sko, við tölum aldrei pólitík, aldrei. Aldrei á föstudögum, sko. Þú veist, það er ég og þú. Ætlar þú að tala um pólitík? Ok, hvernig ætlar þú að tala um pólitík? Ég veit það ekki. Hvað, ætlar að taka sveppar bara og þið 2 félagin tala um pólitík? Nei, ég Ekki drepa mig. Ekki aldrei tala um pólitík, ekki tala um, lán, íbúðalán og... Nei, hvað? Bara ekki það þú... Hvernig þetta að tala, maður? Já, bara því álunni, ekki drepa mig. Þetta er ákveðn hluti sem við tölum bara ekki um. Nei, ég veit það. Og alls ekki á flöskudögum. Nei, það er bara standandi parti. Þú ert að segja mér að þú ert að skipta um nafn. Já, ég er velt að vera með, málið er, stóri geðhöfingin er búin að vera með síma drastlmaður. Hætti að hringi mig, maður. Það er engin, sko, stóri geðhöfingin, ég hef aldrei heyrt neitt nema sjálf að ég kallaði það, bara svo við það. Ég hef aldrei heyrt, ég er of mikið með þér, ég viðurkenna það, og það er byrjað að há mér í talsmátt og Fólk kalla mig stóra geðhöfingin, sko. Aldrei heyrt það. Aldrei. Fólk, hvernig, ég veit ekki hvað fólk kallir mig það. Greinilega ekki. Stóri þykki gilsöðingin, ég heyra það svona 5 sinnum á dag. Nei. Ég er að segja það. Ok, ég skal gefa þér það. Þú náði Störi inn. Það gekk ákveðlega það. Störi gekk vel. Já. En málið er, ég þarf að fara rótir út að P. Diddy. Ég vilt með þá reglu að P. Diddy skiptur nafn og skiptir ég nafn líka. Veistu hver á ammali það? P. Diddy eða? Já, veistu hver annar á ammali fyrsta daginn sem 2 harðið fara í loftu FN9 blöð? Jennifer Lopez. Matthew McConaughey. Nei. Jú, ég er að segja það. Ertu ekki að grínast það? Matthew McConaughey. Það er reyndar æðislegt. Það er one sexy motherfucker. Ég var einu svona á leiðin í bíó með einu besta vinni mín, Reyni. Við stóðum í rauðinni og það var drengur og undan sem var að fara að kaupa sér miða á nýjustu myndina með Matthew McConaughey. Og við sprungum látur. Hann baði herru, ég ætla að fá miða hér á nýjustu myndina með Matthew McConaughey. Það var eitt skemmtilegasta nafn sem ég heyrt á Matthew McConaughey. Hann var ekki með þetta sá. Málið er, mér dreymt að vera með hláturinn hans Matthew McConaughey. Já, mér dreymt að vera með hárið hans. Veistu hvernig hann hlær? Hvernig? Hlær alltaf svona. Og við hlægjum þess að fá þetta svo lúðar, sko. Hann er bara fárálega svalur, sko. Það er enginn að úti sem getur ekki sagt að Matthew McConaughey sé ekki með þetta. Það er bara hann. Ég meina, ég segja hann er næstu því meira sexy en Brad Pitt. Já. Nei, ég er að segja það. Það er svona, þú veist. Ángríns, ef ég heyri aftur þetta hljóð, GSM hljóð, þá drepið ykkur. Takk í síman á borðinu strax, alla. Það var hann ykkur. Þarna kemur, kjúlinn er mættur. Hensjön des Jahres er mættur, maður. Hendum í lag og fáum svo Aron Pálma í smá, nei, það er Aron Pálmason að koma í viðtal. Aron Pálma að koma. Þetta er ekki strákurinn sem slói gegn í Texas, heldur handboltamaðurinn Aron Pálmason. Fáum næsta lag. Já. Það er við hæfi að spila Jennifer Lopez svona, fyrsta þáttinn. Ekki gleyma hver er með Jennifer Lopez þarna. Það er ekki annar en Pitbull. Já, ég er hættur hann að rífast við með Pitbull. Nei, og það málið er, ég segi bara Pitbull, út af því að hann er alltaf með slagara. Já. Þú veist, það er bara góð að þetta, en það eru Hensjön des Jahres komin í viðtal með djöfisins veistla. Hann er mættur eitt besti handboltamaður heims, Aron Pálmason, verður velkominn. Halló. Verður velkominn. Hvernig ertu? Mjög góða bara. Ég veist þessi álag verður ráður í kvöld í þessu leika móti pressuliðina, maður. Já, þið er að fara að spila í kvöld. Já. Við, hvað, pressuliði? Já, svona úrvalslið deildarinnar hérna heima.
Ég segi Aron, og setur ekki 15 í þeim leik að fara að skeina þér. Eru uppselt? Hvað meinar, þetta eru bestu leikmenn á Íslandi? Aron, eru uppselt? Það eru spil í deildinni. Eru uppselt? Já, ég held það. Nei, ég held ekki, þannig að fólk getur ennþá fengið miða. Já. Í alvörunni? Já. Egil, við fáum ekki til okkar gestur fyrir að rakka niður. Ég er ekki að rakka niður, ég bara, þú veist, Já, þetta er kannski ekki mest spennandi leikur í heimi. Spila móti og feitum íslenskum handboltamönnum. Ég segir að þú setur ekki 15 hensjön að fara að skeina þér, sko. Það er enda, sko, með fullri virðingu fyrir handboltamönnum, ég þekki nokkra strákar sem er í handbolta, að það er alveg ótrúlegt, maður horfir aldrei á leiki beinni útsendingu á RÚV á þess að sjá eitt svona vel tjöpi í horninu, það er alveg sama hvaða lið er að spila, sko. Það er svo, þau eru ekkert að vera í toppformi til að geta verið þarna í horninu, sko. Sveppi, gamall línumaður. Já, nákvæmlega. Þú getur kannski dottið í landsliði? Já, sko, ég myndi þess að spila með landsliðin, ekki að spila með þessu pressulið, ég lofa því, sko, það er ekki að gera, sko. En hvernig, þú veist, hvernig byrjar þetta í kvöld? 8. 8 í kvöld og er þetta í höllinu? Já. Ok. Þú verður það vantilega eins og öllum landsleikjum, eða ekki? Þjálfarinn minn hérna, alltaf að fylgjast með mér. Ég er ekki að vera eini gæinn í stúkunni. Ángríns. Sita með einn bara, Hensjön, sett hann! En ég segi bara, hamri svona 15, allt í vinkilinn. Ekki eitthvað niðri eða eitthvað, bara vinkilinn. En hérna, við ætlum ekki að tala um handbolta, því að þú veist, það er alltaf að það er hringtið og talað um handbolta. Við ætlum að tala við þig um lífið, Hensjön. Já. Lífið hjá þér, hvað þýðir það? Bara lífið, tilvöruna. Og opnaði hans hérna fyrir 2 hörðum. Bara já, þú veist, hvernig ertu? Hvernig hefur það? Ég er bara frábær. Ok, gaman að búa í Þýskalandi? Já, rosalega. Nei, það er alltaf lægi. Þetta er ekki draumalandi. Hvað segir þið? Hvað er í Þýskalandi byrjað? Kíl. Kíl, já, ok. Þannig að gera með eikriða. Þannig að segja fyrir mig á þýsku. Ekki eitthvað. Nei, ekki eitthvað hvað. Hvað heldur að fólk hugsa hvað nákvæmlega segja eitthvað? Það sem er bannað að tala um. Nei, ég ætla að segðu núna við mig. Ok, ég er 21 árs, ég er ljósærð, ég er á B5. Ok, og ég er þýsk. Og segðu við mig, hvað segir þú gott? Djöfull eftir myndarlega maður. Hvað segir þú komið með kjallinum heim? Hvað er þetta með þetta á þýsku núna? Hvað er það? Hvað átti ég að segja? Bara, djöfull eftir myndarleg, gaman að sjá þig, hvernig hefur það, hvernig var að kíka með kjallinum heim? Eitthvað svona, hvað er með eitthvað? Ok, hallå Sjönne, wie geht's dir? Willst du mit mir nach Hause fahren? Djöfull var það sem að segja. Það er eitthvað sem segir mér að Aron sé að höstla í Þýskalandi. Djöfull langar mig að kunna þýsku, þetta er sexy tungur. Úrvalið er líka rosalegt þarna. Er það? Nei. Það er svona grínast, eru ekki setja stelpur að það? Ekki það sem að ég bý, en maður kíkir til Hamburger eða Berlín, þá er hann ekki, þá er Aron, ekki drepa mig í álfurinni. Hvað? Já, enga kjallingar en það hann okkur, þú bara eitt út bara einn heima öll kvöldið ekki bara. Ok, það er ein og eina sem ég bý. Hendur ekki bara Top Gun í tækið á kvöldinu og bara... Varst þú ekki að kynna mig um daginn en hérna áðan að ég var alltaf bara einn á Facebook bara til 3 á nóttinni? Jó, það er það sem ég á að gera. Hvað er þetta að gera á Facebook á 3 á nóttinni? Ég á enga vini, það er aldrei neitt hjá mér. Ertu lonely á nóttu? Pínu. Já, ok, greiði kallinn. Stelpur eða heyrið það? Hann er lonely út í Þýskalandi. Þú átt ekki kærustu, en þú setur R hann fyrir aftan og þú skellir hennu R-ið þarna. Ég veit ekki hvaðan þú hefur heyrt það. Ég er að segja að þú ert búin að rúglega. Ég segi að þú ert búin með góða prósentu af Þýskalandi. Þýskalandi? Já. Það eru 80 milljónir sem að búa. Ég segi að þú ert búin með 2-3%. Ég að segja það. Þá ert þú með einhverja algjöra ránkvömmir í hvað Þú ert engin engil kallið minn, það er nú bara hann. En hvað ert búin að vera núna lengi út í Þýskalandi? Ég er að starta minni 3. sísoni. Ok, og komin alveg í liðið ekki? Já, svona. Þú orðin fastur maður í byrjunliðina? Já, fyrir svona bæði eftir leikjum og svo náttúrulega maður á 1-2 lélega leiki og það eru náttúrulega heimsklassa leikmæði sem er að býja til stöðunni líka. Já. Þannig að ég er alveg komin svona miklu meir inn í þetta heldur en náttúrulega til dæmis fyrsta ára mitt. Já, ok. Er mikið að grúpíum sem mæta leiki og eru svona öskra á kallinu og... Sér, hann er bara að spyrja þessa spurningar. Hann á eftir að koma til mín. Ef ég myndi segja nei, þá svona, já, nei, ég fer ekkert að koma til þín núna. Nei, ég meina, þú veist, þú bótt hérna einhverja groupies, þannig að þú veist, það er það. Já, það er eitthvað, Ég vil að sé ljótari, út alveg huggulegum maður. Takk. Og þú ert ekkert svo feitur með handboltamann. Ekkert svo feitur? Nei, ég meina, ég kleipði 8% í gær. Já, og er það ekki bara fínt? Jú, ég meina... Hvað ert þú? Þú ert 9? Ég er 6. Er ég 9? Hver mældi þig? Ég? Egil mæli sig sjálfur. Herðu, nei, málið er, þú veist, þú ert 8% sem er mjög gott með að við, sko, handboltamann. Sérðu, ég veist, Fúsi, til dæmis, er hérna á myndir fram með hérna.
Fúsi ekki 8% sko. Nei. Mér finnst þetta gaman alltaf að Fúsi var í Val, það var svona eins og verið kóksjálfsal inn á að kasta boltanum. Ég finnst það gaman að vera Þeir eru að tala um fyrirhandi besta varnarmann í heimi sko. Hann skalla mig, ég tekið tilbaka Fúsi þetta líka. Fúsi 69 grótarður sko. Hann raskelti minni svo rosalega blætti og það sem skjálfilegt, ég nefn ekki lendi því aftur. Nei, þannig að hérna... Það var gert fyrir sjónvarp, bara fyrir ykkur sem var að hlusta, þetta var ekki eitthvað heima bara í einhverjum dúkuleik. Já, þú varst í sjónvarpi? Já, ég var einu sem sjónvarp að byrja útvarpinu. Hendur með eitthvað gestaherbyggjarnir fyrir 2 harða ef við kíkjum á þig? Já, ég er einmitt að fara að flytja núna, ég er aðeins stærra, þannig að ég stóð ekki svo þykkur, ég þarf að finna eitthvað. Ég er mjög þykkur núna. Sjómar, þetta er samt ítla, ertu með gestaherbyggjar? Hvað ætlar að sofa upp í á kjúklingnum það? Að sofa upp í hjá honum? Nei, en þú veist bara gestaherbyggi fyrir 2 harða að þeir kíkja á þig, þú veist, það er alveg hægt að lesa eitthvað villast í þetta og... Nei, þá er með 2 herbyggi og það sé ekki að gesta auðvitað sefur á titlingnum, sko. Já. Ég er ekki að vera standið því. Nei, hvað varst að ræða á hann, að reyna aðeins að minnka hérna... Þú sefur nakinn? Já, strax skárra að segja þetta þannig. Ég sagði það? Já. Og þú veist, þú veist, ég er ekki að vera að sofa uppi, plús að ég á vandamál að stríða því ég sef. Já, ég káa á fólki. Þú ert að, hvað sagðirðu í Ameríku? Þá minnst að það var ekki verið að taka upp að þú ert að kalla þess hvað? Sleep hugger? Þetta er aðsnaðlegast það sem ég heyrst. Nei, sex zombie. Þetta er ekki, já, einhver veist að þetta er rosalega fyndið. Þetta er alveg að condition, sko. Þetta var lifið þessu, sko. Sex zombie? Já, því ég sef, ef þú ert við hliðin á mér, þá myndi ég reyna að hrista þig eða ká eitthvað á þér, sko. Ok, þannig að þú ert ekki reyna að vera fyndin, þetta er viðurkennt vandamál. Já, þú getur bara að googla sex zombie, þetta er vandamál, sko. Auðvitað, ég er með 2 herbyggi, þú verður bara sér. Glæsilegt, þá verðum við að kíkja á það. Herðu, við hérna... Ekki að taka eitt lag bara og hafðu kjúklingin aðeins lengur, hann er ekkert að drífa sér neitt. Herðu, nú fæ ég að velja eitt lag. Kannski eitthvað með Pitbull? Ok, við verðum að fara í auglýsingar fyrst og svo fæ ég að velja næsta lag. Kíkjum aðeins í auglýsingar. Máltíð mánaðarins á KFC. Original Boxmaster, franskar og gós á aðeins 999. KFC, svo gott. Snjórinn fellur á helstu krár bæjarins í kvöld, klukkan 20:59. Hamborgarabúla Tómasar. Hamborgari. Gott í kroppinn. Hamborgarabúla Tómasar. Nær óendalegt vöruúrval, auðvelt að versla. Shop USA, heima dyrin. Day after day. American Style. Opið til 11 öll kvöld. Háseta vantar á bát, háseta vantar á bát. Ertu hörkuduglegur? Ertu nokkuð kettling? Sæktu fjörufélagið sjávarútvegur í þína þágu. Mismunun er staðrind. Berjumst gegn henni og fögnum fjölbreytninni. Mannréttindaskrifstofa Íslands og Progress áætlunin. Viltu vinna ferð fyrir 2 á enska boltan? Kauptu kókosmjúkis frá Kjörís eða Monster orkudrykki 1011. 1011, alltaf opið. Ölréttindadagurinn er í dag og við hvetjum alla til að leggja niður vinnu klukkan 14:25 og fá frítt öl á dönsku kránni. Það eiga allir rétt á að drekka öl. Den danske kró. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Dekkjahöllin er með dekk á betra verði undir bílinn í dag. Dekkjahöllin Akureyri, Egilsstöðum og Skeifunni 5. Sími 581 3002. Túborg og Bar 11 kynna. Vetratónleikaröð Túborg er í fullum gangi á Bar 11. Á föstudagskvöldið er það hljómsveitin Music Zoo sem að trilli líðin. Húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn í boði Túborg. Bar 11 og Túborg fyrir fólki í landinu. Reebok Fitness líkansræktarstöð opnar í Holtagörðum þann 11. nóvember. 2,990 á mánuði, engin binding. Reebok Fitness, Holtagörðum. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Túborg og English Pub Hafnarfirði kynna hið eina sanna júladiskó á English Pub Hafnarfirði á laugardaginn. Frítt inn. English Pub Hafnarfirði. Jólajakkafötin komin. Herra Hafnarfjörður. Í dag á hópkaup.is miði á Kevin Smith í hörpunni 11. nóvember á aðeins 2.894 í stað 4.990. Hópkaup í krafti fjöldans. Dótið er í barnabóksunum á Metro og bara gaman. Betra á Metro. Betra
Hvað að frétta á laugardagskvöldi, venner? Hafra klubbkynnir, ásáttíð hiphopsins á Gauk og Stöng. Blas Waka, XXX Rottweiler, Cesar A, Tiny, Diddy Fell, DJ Moonshine og fleiri superstjörnur mæti í partí. Komið tími til að fatta grjóthaldur kjafti og þetta verður ljónhart kvöld. 1500 kallinn og Copacabana diskurinn fylgir með. Gaukur á Stöng, allt sem harpan fílar ekki. Bakom! FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. What? This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Já, eins og alltaf á fyrstu dögum þá voru það tveir harðir. Egil Einarsson með mér inn í stúdíónu fyrir ykkur sem að voruð að stilla á FM 957. Já, You're Sexy and You Know It, það er svona eins og þetta lag hafi verið samiðinni. Það er svolítið hannig. Já. Ég hugsaði, heyrðu þetta bara, hvað grín er þetta? Hver er fokkið mér? Finnst þér þú fáránlega sexy? Finnst þér þú fáránlega sexy? Ég er 6% fitaður. Jólabjörn dottinn í hús frá Túborg. Þetta er á pöppana í kvöld. Getur ekki bara ángrís? Akkur þarf alltaf að vera vín? Nei, ég var bara beðin að opna bjórina því að þeir eru búin að kaupa auglýsingar. Akkur þarf alltaf að vera vín í öllu auðun? Null vín. Akkur ekki bara high on life? Svali baði mig að opna þennan bjór af því að Jólabjörn... Já, kennum Svalum þetta bara. Já, ég ætla alltaf að kenna Svalum. Svali baði mig að opna þennan bjór, einmitt, þessi var helviti góð, þú ert ekkert in denial við henni. Ef það verði einhver mistök, gerði ég sem þætti, þá ætla ég að kenna Svalum það alltaf, þó hann sé ekki eins og í húsi. Já, sko, málið er, förum að séu hvað er í gangi helgina. Já. Það er flöskudagur. Rétt. Það er frábært veður úti. Já, sem fyrr á Íslandi. Eins og alltaf. Já. Sko, ok, förum að séu yfir austur, það er Kolfaðurinn með eitthvað good shit. Já, sem fyrr. Kolfaðurinn er a sack of shit. Það segja það ég segja það hérna sög, Ætlaði alveg að það lítið Kolbaran góðan vinn okkar í útvarpinu núna og hann er FM 957 legend. Það eru núna nokkri bara því að sagði hann væri shit. Ég sagði hann ekki að vera shit, ég sagði hann vera sack of shit. Sko út af því, ég er að taka upp núna seríu 2 af Gils-þáttunum, lífsleikni Gils. Og eini maðurinn af öllum á Íslandi sem hefur sagt nei við atriði Ásgeir Kolbeinsson. Ertu eitthvað hissa því svona með hvað þú hefur skrifað umannstundum og svona? Er ég hissa? Ásgeir Kolbeinsson er félagið minn, sko. Já, ég veit það. En hann sagði nei, vil ekki leika í þessu. Já, það er auðvitað bara verið of gróf sena. Það var ekki gróf sena. Það var bara mjög settleg. Segðu mér eitt, tengdist það kynlífið eða hinu kyninu? Já. Já, kemur á allt. Þættirnir snúast það að finna sér lífsförunauð. Ekki bara þættirnir, heldur líf þitt. Snýst Þættirnir snúast að lána sér lífsförunauð og lifa góðu lífi. Já. Og þú veist, og ég ætlaði að fá Kolfaðurinn í að fara, þú veist, í eitt gudsitt atriði. Nei. Akkur ekki? Nei. Þú veist, Kolfaðurinn, það er enginn að fara austur helgina, það er bara hannig. Já, ekki. Hann sagði nei við stóra geðhöfingjan. Ég segi að það verður tómt á austur í kvöld. Það er ekki einn maður að fara inn. Það er bara hannig. Það er enginn maður á Íslandi sem að pimpar staðinn sinni jafn oft upp og Ásgeir Kolbeinsson. Ég veit að Kolbarn með þetta, ég þólið ekki. Hefur séð Kolbarn, hann labbar nú skemmtist og kærleikann hvað það að gera. Herðu, hann var að spara að kaupa Dublines, getur ímyndað Dublines þegar það er búið að pimpa hann aðeins upp. Kolbarn búin að Kolbarn upp? Já, hann er að spara Kolbarn upp. Ok, þannig En að fá okkur hlustanda, einhvern gæja sem vinnur á vörð eða eitthvað, og fá Kolb til að kolba hann upp. Já, það getur bara verið dagskrálið hjá okkur að kolba hann. Og það verður að vera eitthvað gæði sem er ekki búin að leggja hann í 2-3 ára eða eitthvað, sko, með allt niður úr sig. Já. Og láta kolbaran kolba neil upp. Það er náttúrulega líka að vera dætt inn hjá okkur í tveir harðir, leysa málin. Já, við erum að leysa vandamála fólki. En sko, það sem er í gangi, við erum að fara að bíða fyrir með að flaska þetta vel upp eða ekki? Já, við erum alltaf að fagna fyrsta þættinum, saman. Já, ég veit að það þarf alltaf að vera vín hjá þér, sko. Ég er búinn að vera nú... Hvað varst þú að segja? Bara svo vitur að þá ertu eitt blautasti maður sem ég þekki sjálfur. Þú ert blautasti maður sem ég þekki? Eina sem að þú drekkur er prótein og áfengi.
Það fer ekkert annað í Ég drekk vatn líka og Gatorade á æfingum. Sko, en málið er að þú veist það sem ég er að velta fyrir mér, ok, við erum með good shit þátt, good shit concept að byrja, af hverju þarf að fagna með áfengi? Af hverju getur ekki bara að fara í bíó félagarnir eða eitthvað? Þú sagðir, eru við ekki að fara á B5 að flakka þetta upp? Já, út af því að þú varst maður að plana það. Þú sagðir mér í vikunni, og það er ekki að vera vetur helgin, ég get lofaði því, sko, það er ekki að vera að gera það. Við erum að vera með þáttina föstudaginn, þá er að fagna, það er þannig, sko. Ég sagði við, ég er í kötti, ég er í tökum á þættunum, og veist, Degnu skrifaði með Björn og ofan í einhverju ángriðs, einasta atriði, sko. Já, það er gríðalegt vesen að reyna að dobla þig, Björn alltaf. En ok, hvað meira að vera helgina? Já, síðan ok, vegamót, það er einhver handboltalóðar þar. Hensén, þú ert að fara að klára hann að leikikvöld, setja 15 í vinkilin og hvert farið þið handboltalóðarnir síðan alltaf? Fyrir það sem vilja fá Hensén inni sig í kvöld, hvar verður kallið? Hvað er að þér? Það var verið að tala að það verið búið. Hann er að glíma við eitthvað vandamál. Þetta er ótrúlega. Þú færður greinilega ekkert heima hjá þér. Það er ekkert í gangi. Þetta er eina sem þú talar um. Hvað er að ykkur maður? Ég er að spurja hvernig hann fari í kvöld eftir leikinn. Þú varst nýbúin að segja hann, nú ræðum við ekkert eitthvað svona... Ég var að spurja kjúklingin hvert hann fari eftir leik, er það crime eða? Hvert ferði eftir leik? Ég ætla bara niður í bæ. Hvert? Segðu bara hvert maður. Ég veit það ekki, maður er ekki vegamót, prikið og eitthvað svo leiðis. Prikið? Þetta var að þér hass eða? Fullt af good shit stöðum í gangi? Ég meina þú, ok, prikið er enda good shit staður, það er, Finnir toppmaður og það er, það er út með eitthvað fórnarlöf þar, ég viðurkenna það. En ertu ekki aðalega að vinna með Vegó, B5, Austur, kannski smá English nú á hjólinu, vippað kannski yfir á aftur upp á B5, síðan prikið, þetta er svona rúndurinn eða? Þú ert í bænum til 6-7 eða ekki, þú ferð? Það kemur fyrir. Já. En eru allir handboltalóðarnir að fara að keyra sig í ganga? Já, ég hugsa það. Já, það er sko, þetta er fyrsti föstudagur í mánuðinum, það verður nóg að vera helgina, ég get lofaði því. Já, líka eitthvað háskóla, shit. Já, nú fæ ég að velja ett lag. Já, má ég koma einu framfæri bara, áður en þú setur lag. Ég ætla að minna fólk á, sem er í átaki og vill koma sér í form og allt það. Það er Health and Fitness Expo í Hörpunni í kvöld, það er mótil fitnessdömur sem eru í ruglinu og vakstarætt og allt að gerast. Það er, ég mæli með að fólk drulli sér á miði.is, kaupi sér og drulli sér á Expoðið sem er í Laugardalsvelli á morgun. Ok, þannig að vera 30 manns á handboltaleiknum og 5 manns á Expoðið. Það verður stórkostlegt. Hver vill ekki sjá illa massaða píu? Mótil fitnessstelpunar er ekki massaðar, sko. Það eru mjög flottar. Ég átti að fá að velja lag. Það er svo mikið, það kemur bara strax eftir auglýsingar. Hvernig fæ ég laginu? Hörru, ef ekki bara, ég með hugmynd, okkur bara eru ekki auglýsingar í 2 tíma. Í alvörunni. Ok, fáum við auglýsingar. Í alvörunni. Öfnilegt að fara í auglýsingar þegar við erum búin að ræða málinu svona. American Style. Opið til 11 öll kvöld. Nýja Bíkó-blaðið er komið út stútfullt af frábærum hugmyndum fyrir framkvæmdagnaðar konur og kalla. Parkett, flísar, ljós, blöndunar og hreinlætistæki og fleira spennandi. Bíkó byggir með þér. Réttindadagurinn er í dag og við hvetjum alla til að leggja niður vinnu klukkan 14:25 og fá frítt öl á dönsku kránni. Það eiga allir rétt á að drekka öl. Den danske kró. Bátur mánaðarins á Subway er alltaf ódýrastur. Subway. Hleðsla frá MS. Próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Hvernig væri nú að skrúa þess upp í stuðinu og leyfa viðtækinu að heyra smá funk? Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Vefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Jólajakkafötin komin. Herra Hafnarfjörður. Gamli jarðaberaísinn er komin. Ísbúðinn, Háaleitisbraut. Á morgun laugardag frumsýnum við nýja kynslóð Yaris hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á milli klukkan 11 og 16. Nýr Yaris er frábærlega hannaður bíl með framúrskarandi eldsneytisnýtingu eða frá 3,9 lítrum á 100. Hann er meðal annars búinn 7 loftpúðum og er með snertiskjá og bakkmyndavél sem auðvelda getur akstur þinn til muna. Komdu við hjá Toyota á Akureyri, Selfossi, Reykjanesbæ eða í Kópavogi á morgun milli klukkan 11 og 16 og upplifðu nýjan Yaris. Bifreið hannaða með framtíðina í huga. Toyota.
Látt ekki slá að þér í vetur. Vorum að fá nýja sendingu af fjölrefin úlpum í mörgum litum, Geysir Skólavörðustíg 16 og Geysir Haukadal. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. FM 95 Blö í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem Kredia.is. FM 95 Blö. Já, ef að þeir hérna frá Geysir sem voru auglýsa hérna hjá mér áðan, ef þið eru að hlusta þá mættið pimpa þessu auglýsingu aðeins upp. Þið eruð á FM 957, þetta var eins og að jarðarför var í gangi, en það komið að laginu mínu Beat It. Egil fór að pissa og ég ákvað að nýta með það, ég veit að hann myndi rakka niður Michael Jackson. Já, Michael Jackson á fóninum. Ég hafði ekki verið maður, þetta lækkaður ég með þetta vangi. Mér er svo þægilegt að geta lækkað hans í þér. Og nú er ég á tökum. Settur Michael Jackson á í álverðinni. Það er eitthvað aður. Nei, Michael Jackson á FM, það er ekkert að því. Já, ég veit að Jackson er fít, sko. Ég veit að bara, þú kemur ekkert óvægt að setja hann á. Nei. En sko, málið er hérna Blóndal. Já. Hvernig ertu? Herru, ég er bara ferskur, það er fyrir að styttast í lokinu á þessum fyrsta þætti og ég held að það sé bara búið að þræl gaman hjá okkur. Ég er allavega búin að fíla með það. Já, ég minna, þú veist, ég vissi alltaf að við varum frábæran hátt, sko. Já. Það eina sem ég hef ágjur af, það sem er erfitt fyrir, sko, hinastrákana, Björn Braga, Sveppa, Hjöppa, alla þessar pussies, að koma eftir hörðum. Já. Hvernig geta það, þjálfurinni? Við hljótum að finna út af því, það verður reyndar ekki talað um kynlíf allan tíma þá, eins og þurfum með þér. Ég var að biðja þig að hætta að tala um kynlíf, kynlífsóða, sköllóta. Þetta var svona eins og, þú varst dottinn pínu í svona morgunþáttarfílingin hérna áðan. Nei. En enda, ætlum við ekki ræðins um Expoið? Jó, sko, málið er, á föstudögum, á móti þér hérna situr sérfræðingur mataræði, líkamsrækt og allar ekkert að nýta það. Ísland eru næst feitasta þjóð í heimi í dag. Næst. Við erum fara að taka kanana aftan frá fljótlega í loðari. Er ekki að ræða um mataræði og heilsurækt og svona? Er það ekki eins og að tala um pólitík? Nei, ég held að... Er fólk að núti sem nennir að hlusta á þig að tala um hvað átt að geta og eitthvað svona? Ég veit það ekki. Getur ekki bara skráði... Menna það er að hellinga liða núti sem er að kjöta sig upp eða kvötta sig niður og er í vandræðum. Já, skráði sig bara í fjartjálfum þjóðar. Þurfa að ræða það hérna í þættinum. Akkur ekki. Hvaða þáttur í Íslandi er að tækla þetta þessi mál? Er ekki góð ástæða fyrir þessi engin þáttur að því? Nei, það er bara þessir útastmennir aumingjar. Það er ástæðan. Eða bara vilja fá einhverja góða hlustum. Það er, eini maður sem er tæklað er Ævar Gudmundsson á bylgjunni. Já, enda er hann í toppformi. En hvað varst að segja hann? Ég ætla að gefa þér smá séns. Þú varst að segja mér að Hjalti Ússu sé með þetta og hann er toppvinur. Já, málið er, þetta er Expo og þetta er good shit. Sko, málið er. Er þetta svona massaðar konur, þú veist? Já, það er vakstarætt konur. Það er sko vakstarætt hjá dömunum. Það eru svolítið sterkar. Það er svona, þú veist, það var konur með smá hákjálka og stóra vöðva og bekkja 100 og svona, sko. Já, finnst þér það rétt? Viltu vera með konu sem lítur þannig út? Var ég að segja það? Var ég að segja það? Nei. Sko, málið er, hefur þessi mótilfitnesstelpum þeirra? Nei, ég hef ekki farið á svona keppni. Þú vil sé þær? Ok, ég sé það. Já, hvað er að þér? Ég með þær eru, sko, í ruglinu. Já. Og mótilfitness í Íslandi er orðið vinsælla bara en handbolti, ég er að segja það. Það er allar stelpur í Íslandi að segja núna, mér er ekki henni mótilfitness. Það er samt mjög fyndið, ef þú ferð í líkamsrækt þegar styttist í svona mót, það er eiginlega hálf óþægilegt að standa allir á brókinni fyrir framan speglar. Eins og Gauin í Sporthúsi. Gauji stendur á nærbuxunum að fram á spegilinn. Hann er með góð læri, sko. Hann gerir alltaf niður þessu og spennir lærin. Er hann með góð læri? Ertu að segja þetta upp átt hérna? Hann er með góð læri. Alþjóð. Hann er mjög góð læri. Hann er með stór, þykk Savarik læri. Já, ok. Gauji er mjög góð læri. Og hann er að fara að keppa. Og hvað, vildur þú koma einhverjum upplýsingum með þetta? Já, og síðan sko málið er, þú veist, á morgun klón 11 með þessi keppti í ólímpísku lyftingum. Það er margir sem hafa áhuga á því. Margir hafa áhuga á því. Klón hádeginu á morgun, það er, þú veist, fitness og vakstarætt hjá konum. Þannig að það getur séð mjög kjötaðar konur og eða út í því, skilurðu. Þú átt ekki að vera með konur sem getur rakst. Nei, klukkan 3 eiga allir að drulla sér bara og horfa á þetta í hörpunni. Þetta er í hörpunni, skilurðu. Þetta er mjög töff. Er þetta í hörpunni? Já, þetta er bara Hjalti Ússu segja toppmaður, hann spæst í hörpuna, skilur. Já, það er vel gert. Hann hefði getað farið í eitthvað íþróttahús í Garái, sko. Hann fór í hörpuna. Já, vel gert. Hann rúlar hann. Og klukkan 3 á morgun er Jón Páll Sigmarsson Classic. Það er Brian Shaw, sterkasti maður heims, sem vann það daginn og kom að keppa á móti Haffa. Og Palli Fermender. Já. Palli heitir Palli Fermender. Já, það er ekki skemmtilegt nafn. Hann er Fermender, sko. Það er grjóthart. En hérna, já, síðan á laugardaginn, sko, kvöldið er á morgun í höllinni. Hvað er þetta, bara viku? Þetta er föstudagsunn. Ok. Síðan er svona Expo, vörukynning, og stóri geðhöfðinginn er í Muscle Tech básnum, helgina. Muscle Tech básnum?
Stóri gilsendingin í Muscle Tech básnum og þið getið hitt hann á laugardaginn þar sem hann selur ykkur good shit protein og ræðir við ykkur líkamsrækt. Nei, ég verð bara ekki fara að grenja og þú sett ekki í Muscle Tech básnum. Hvað þetta að fara að gera í Muscle Tech básnum? Ég bara verð þar. Já, að gera hvað? Í Muscle Tech ból. Grjótarður. Það bara hannig. Já, stórkostlegt. Hvað ætlum þú að vera? Núbúlett básnum með það? Nei, ég ætla bara að vera heima svo. Nei, ég verð í Muscle Tech básnum. Herðu, þú mátt velja næsta lag, Egill, af því að við erum alveg að vera búin með þáttinn. Hvað viltu heyra? Veldu nú einhvað skemmtilegt gera það fyrir mig. Hann drætt lægja hana I went to Spain and I just be pretending. What the fuck? Hjálpi mér. Það good shit lag. Þetta vinsalt lag á FM 957. Já, ég veit það. En hvað er þetta að gera greiða þá? Við erum búin að spila það núna í 2,5 mínútur sem 2 og 20 sekundum og mikið finnst mér. En herðu, ég var að fá sendið SMS. Þetta er bara bítlan á. Ég var að fá sendið SMS. Rándýrt SMS. Frá Jóa Fel. Það er endar, hver harðar en Jói Fel? Já, hann var að senda What a man, maður. Veistu hvað hann sagði? Ég sagði líka nei við Stóra G. Það var ekki bara kolb. Spurðu Stóra G hvað ég átti að gera. Hvað átti Jói Fel að gera í þættunum þegar hann neitaði? Hann átti að taka út þessi titlingin. Í IKEA. Í alvörinu eða? Já. Já, þú svaraði, ég gasta ekki farið eitthvað penna í þetta eða? Það var þess að það sem að Jói Fel átti að gera. Hörðu. Þannig að þú sagði hann áskil Máli, má ég útskýra atrið út að fólk heldur þessi geðveikur, skilu, út af því að svo var þetta ekki með hann að taka út þessi leimin í IKEA. Þetta er atrið hjónabands, þetta er þess þáttur sem rassur sem gifti sig og þau með konunni í IKEA og aðra helgin röð, skiluru, og myndið þú ekki á leiður því að fara í IKEA 2 helgar röð? Ég hef lent í því og mér fannst það virkilega leið. Já, nákvæmlega. Og það sem hann gerir, karakterinn sagðist, hann tekur út þessi leimin og segir, horfðu á þetta er limur, það sem þetta er, ekki í leggöng. Ég er að koma inn með þér aðra helginni röð í IKEA og hann er að skreppa saman á mér hérna. Það er það sem er að gerast. Ok, Jói Fel sagði nei við því. Fyrst einhvern í það? Já, Sveppi. Sveppi sagði já og 0-1. Hann tók út þessu limin í IKEA. Það verður ángrís, það er finn að segja sér. Það er endur ógeðslega þægilegt það fyrst að Sveppi gera það. Það er svo blöðra nei. Það var settur, nei það verður ekki sínt sko, ég ætla ekki að tala um það eins. En það hann gerði það ég var með þetta á staðinu þetta var djöfull var hann að fyndið. Og svo Sveppi brjálst ekki þá ég að grínast. Sveppi með meðal Jónsson hann niðri og við skulum ekki draga það neitt meir. Akkur getur þau? Talaðu um eitthvað annað. Herru, svo NASA verður 10 ára og fagnar afmælinu 12. nóv með tónleikaveislu, framkoma M5 Belfast, Gus Gus, Páll Óskar, Margir og Danny Deluxe og forsala hafinn á miði.is. Þú ert ekkert að lesa þetta með eða? Nei, ég fekk SMS frá Ingu vinkonum á NASA og já, ég ger allt fyrir Ingu þannig að að gera þetta. Það er yndisleg. Við erum bara góðir í dag og Stóri G-höfðinginn mætir aftur til viku. Gangið vel að fylgja þessum þætti eftir mán, þrið, mið, 5. Þannig er þetta að gera lítið úr mönnum sem út að fara út að borða mig í kvöld. Hörðu, ég er að gefa þig pepp, Auðun. Ég er alltaf til þess að stilla inn á mánudaginn. Auðvitað stilla allir inn á mánudaginn, sko. Á Björn Bragi og svo Sveppi á þriðjudaginn. Við þökkum kærlega fyrir hlustununa í dag og við ætlum að enda þess að þætti alltaf á sama laginu. Ef þetta lag kemur ykkur ekki í gýrin, hvað sem út strákur eða stelpa, þá þarf þetta að fara að láta að tjekka á þér. Kickstart my heart. Erna er brjáluð út í mig. Ég er ekkert að segja að jólaöl sé betra. Nei, bíddu. Ég er að segja að jólaöl sé til. Hlustaðu, bíddu, ekki vera brjáluð. Hún er brjáluð. Ég er álétt, látum við í friði. Það er alltaf nóg að vera. Velkomin að Fætu, Valtýr. Valtýr, þetta er sjóka. Bíddu, hringdi ég villast númer? Já, hvað er Valtýr? Þetta er ekki að grínast þér, bíddu, hvað ert þú að gera þér í dag? Þú ert í beinna á FM, sko? Og fáum okkur jólasnjó. Skeggró. Þetta er neyðarkall björgunarsveitana. Takið vel á móti sölufólki okkar. Slysavarnarfélagi Landsbjörg. Tilboð í 10.11. Við erum í afmælisskapi og bjóðum ótrúleg verð á fjölmörgum. DJ Cocoon, Immo, Alli Abstract og fleiri illaðir halar mæti í partí. Grjóthaltu kjafti hvað þetta verður ljónhart kvöld. 15. kallinn og Copacabana diskurinn fylgjum með. Gaukur og stöng, allt frá dauðarokki til rapsins. Nóvember tilboð á heilsumatseðli Ritso. Vefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Túborg og English Pub Hafnarfirði kynna hið eina sanna júladiskó á English Pub Hafnarfirði á laugardaginn. Frítt inn. English Pub Hafnarfirði. FM 957